Ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Ég heiti Helgi Guðnason og kem frá Hvítasunnu í Fíladelfíu í Reykjavík. Við erum komin á 4. dag hinnar samkirkjulegu bænaviku og yfirskriftin Sjáið tár hinna undirokuðu. Og við lesum ritningalestur í Predikarnum 4. kafla, fyrstu 5 versin. En sá ég alla þá kúgun sem viðgengst undir sólinni. Þar streyma tár hinna undirokuðu, en enginn huggar þá. Valdið var á bandi kúara þeirra, en enginn var til að hugga þá. Svo lesum við í Mattheusar Guðspjalli 5. kafla, í versum 1-8, Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaðir verða. Og okkur hefur borist íhugun frá Alkirkjuráðinu þar sem segir, þar streyma tár hinna undirokuðu, eins og við lásum í Predikarnum. Maður getur ímyndað sér að höfundurinn hafi oft sér hræðilegar birtingamyndir kúunar, en kannski hafði hann ekki áður gefið gaum að tárum hinna kúuðu, aldrei íhugað sársauka þeirra og niðurlægingu. Eðlilega sorg og angist fólgin í því að virkilega sjá þjáningu í fyrsta sinn, en í því að sjá felst þó von. Kannski mun að leiða til breytinga, kannski breyta okkar stefnu. Ung kona varð vitni að tárum hinna undirokuðu streyma. Myndbandið sem hún tók upp á símann sinn, af því þegar George Floyd var myrtur í maí 2020, barst allan heim og ýtti af stað öldu heilara reiði. Almenningur sá, varð vitni að og loks horfðist í augu við það ofbeldi og þá kúgun sem þeldökkir Bandaríkjamenn hafa þurft að þola öldum saman af hendi yfirvalda og kerfisins meðan aðrir hafa horft aðgerðalausir á. Þegar megin þorri manna horfðist í augu við þessa sársaukafullu staðreynd, losnaði úr læðingi samúð á heimsvísu sem birtist í formi bæna og mótmæla fyrir réttlæti þótt fyrr hefði verið. Að það sé hægt að færast frá því að vera einfaldur áhorfandi yfir í að vera manneskja sem sér og skilur mikil uppörvun fyrir okkur. Guð getur látið hreistrið falla frá augum okkar svo við getum séð veröldina á nýjan hátt, séð sannleikan og sannleikurinn frelsar. Þegar hreistrið fellur, mun heilagur andi gefa okkur innsýn og sannfæringu hvernig bregðast skal við. Nokkrar kirkjur brugðust við drápinu á George Floyd með því að reisa bænatjald við torgið þar sem hann dó. Þannig sameinuðust kirkjur og kristin samfélög í því að bjóða kúuðum og syrgjendum huggun. Og einingu kristninnar. Frásögn Mattheusar af sæluboðunum hefst á því að Jesús sér mannfjöldan. Í fjöldanum hefur hann séð þau sem voru friðflytjendur, þau sem voru fátæk í anda, hjartarhreina, karla og konur sem syrðu og þau sem hungraði eftir réttlætinu. Í sæluboðunum færir Jesús ekki aðeins áskoranir fólks í orð, hann segir þeim hvað þeim munu verða. Börn Guðs, erfingjar Guðs ríkis. Sem kristið fólk við kölluð til þess að sjá heilaga glímu systkina okkar í Kristi við áskoranir ranglætis. Og við getum tekið upp ákveðna áskorun sem til okkar kemur. Og hún þessi. Hver hafa afskipti þín verið af kristnum hópum sem berjast gegn undirokun í þínu nágrenni? Hvernig geta kirkjur á þínu svæði betur sýnt samstöðu með þeim sem eru undirokuð? Og við skulum ljúka á því að biðja saman. Guð réttlætis og náðar, lát hreistrið falla af augum okkar, að við mættum sjá þá undirokun sem á sér stað umhverfis okkur. Við biðjum í nafni Jesú sem sá mannfjöldan og fann til meðaumkunar. Amen.